Hæ, Guðni hér. Við ætlum að tjekka á mjög skemmtileg stöf í dag. Við ætlum að kíkja á vocodurinn í Ableton Live. Og þið þekkið, eða kannast við örugglega flest hvernig vocoder hljómurinn er. Þetta er eins og, eins og robot er að tala. Og við ætlum að búa þetta til og ég ætla að nota analog líka með þessu. Og analog er instrument sem fylgir með live. Til að byrja með, þá við þurfum mic, eins og við sjáum, ég er með mic hérna og við þurfum mic til þess að geta gert þetta. Og ef þið eigið ekki mic, þá getið þið alltaf notað micin á tölvun ykkar. En ef þið eigið mic og þá getið þið byrjað á því að plugga micnum í hljóðkortið ykkar. Og passið það að það sé allt rétt tengt og svona. Og svo förum við í audio from og veljum external out og veljið inputið sem þið eruð að tala í. Og nú er ég að nota input 9 á hljóðkortinu mínu og það er svona veljið 9. Og svo þegar þetta er komið þá getið þið smelt á rec. En við erum ekki búin. Það sem við ætlum að gera næst, við ætlum að fara í vocodurinn og setja hann upp. Þá smelli ég honum á rásina. Byrjum á því. Ok, nú hljómar þetta svona. Ég er eins og björnminni. En við ætlum ekki að nota þetta alveg strax. Það sem við ætlum að gera næst, við ætlum að fara á MIDI rásina. Og á MIDI rásina ætlum við að taka analog instrumentið og við ætlum að setja það á MIDI rásina. Ok, og svo þegar það er komið ætlum við að passa það amptækin sé rétt on og svo ætlum við að hækka svona í sustain og decayið alveg upp. Sjáðu þið, fylgist með því hér. Förum að upp, aukum við það. Vegna þess að það sem við ætlum að gera er það að ég ætla að spila á MIDI keyboardið mitt og þannig triggera röddina mína. Þannig ég get spilað basically á röddina mína. Og það sem við byrjum á að gera, við förum í analogin, þá förum við í audio 2 og þá ætlum við að setja skýrum þetta til að byrja með. Við viljum þessa vocoder svona og förum í audio 2 vocoder. Þannig að við viljum að senda signalið frá analog rásinni inn í vocoderinn. Ok, svo förum við á vocoder rásina og þá ætlum við að velja external svona og audio from. Þá ætlum við að velja analog, svona. Ok. Og núna getum við basically, slögt á analog rásinni, svona. Ok. Og núna ætla ég að velja, hækka í dry wet signalinu og þá ætti þetta að fara að hljóma. Við ætlum að tjekka á þessu. Halló, halló. Halló, 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 þetta er vocodurinn. Hann er ógeðslega svalur. Þetta er vocodurinn sem er ógeðslega svalur. Þetta er vocodurinn sem er ógeðslega svalur. Já. Þetta er mjög sniðugt og þetta gera ótrúlega skemmtilega hluti og mjög einfalt að gera. Svo getum við náttúrulega bara, þú veist, ef við verum til dæmis, við erum með reverb á return rásinni, hækkum aðeins í því, svo erum við með eitthvað delay líka, eitthvað svona, svo getum við sett það upp á svona, check. Ok, pröfum þetta. Þetta er vocodurinn með reverb og delay. Þetta er vocodurinn með reverb og delay. Þetta er vocodurinn með reverb og delay.
Ok, þetta mjög sniðugt stöf. En svo getum við líka, ef við værum til dæmis að nota þetta hérna live, þá ég svolítið sniðugt að við farum hérna aftur á vocodurinn og þá stendur gate. Og gateið gerir það að verkum að ef ég semst á sviði og svona, þá útilokar hann öll önnur hljóð bak við mig. Þannig að það fer ekki inn í vocodurinn. Þannig ég set hérna upp, check, 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 sjáu þið, check, 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 sjáu þið. Eftir því sem set gateið meira upp, þeim meira útilokurinn. Og þetta mjög sniðugt ef þið væri til dæmis að spila live og nota vocodurinn, þá myndur hann útiloka öll hinn hljóðfærin. Þannig að það var ekki að fara inn í vocodurinn. En já, þetta sem sagt